Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 7. október er 19. sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Þema dagsins er lækning líkama og sálar, kraftur trúarinnar. Í lektíunni yrkir sálmaskáldið, augu drottins vaka yfir þeim sem óttast hann, þeim er vona á miskunn hans. Hann frelsar þá frá dauða, heldur lífinu í þeim í hungursneyð. Í pistlinu skrifa Páll að Kristur sé leyndardómurinn meðal okkar, von dýrðarinnar. Og í Guðspjallinu sem ég tala út frá, velur Jesús Nataníel fyrir lærisvein. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Og heyrum heilagt Guðspjall sem úr Jóhannesi 1. kafla. Næsta dag hugðist Jesús fara til Galíleu. Hann hitti þá Filippus og sagði við hann, fylg þú mér. Filippus var frá Betsaidu, sömu borg og Andrés og Pétur. Filippus fann Nataníel og sagði við hann, við höfum fundið þann sem Móse skrifar í lögmálinu og einnig spámennirnir. Jesú frá Nasaret, son Jósefs. Nataníel sagði, getur nokkuð gott komið frá Nasaret. Filippus svaraði, kom þú og sjá. Jesús sá Nataníel koma til sín og sagði við hann, hér er sannur Ísraelíti sem engin svik eru í. Nataníel spyr, hvaðan þekkir þú mig? Jesús svarar, ég sá þig undir fíkjutrénu áður en Filippus kallaði á þig. Þá segir Nataníel, Rabbi, þú ert sonur Guðs, þú ert konungur Ísraels. Jesús spyr hann, trúir þú af því að ég sagði við þig, ég sá þig undir fíkjutrénu. Þú munt sjá það sem þessu er meira. Og hann segir við hann, sannlega, sannlega segi ég þér, þú munt sjá himinin opinn og engla Guðs stíga upp og niður yfir mannssoninn. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, þema dagsins er lækning líkama og sálar, kraftur trúarinnar. Þegar Jesús valdi lærisveinana, sagði hann einfaldlega, fylg þú mér. Í dag getum við varla ímynda okkur hvílíkur kraftur hefur fylgt Jesú. Kraftur sem fékk menn til að leggja allt frá sér. Yfirgefa vinnu og lífsviðurværi, fjölskyldu og vini og fylgja honum sem þeir þekktu ekki neitt. Nærvera Jesú hefur haft undraverðan kraft á þá sem voru opnir fyrir boðskapnum. Og við verðum að álykta að þessi kraftur hafi ekki virkað á alla. Að minnstakosti ekki þá sem höfnuðu honum. Við heyrðum á orðum Filippusar í Guðspjallinu að menn biðu eftir að spádómarnir komu Messíasar rættust. Hann sagði við Nataníel, við höfum fundið þar sem Móse skrifar í lögmálinu. Jesú frá Nasaret. Nataníel var ekki samferður. Nasaret hafði svo slæmt orð á sér að hann svaraði, getur nokkuð gott komið frá Nasaret. Filippus fór ekki þrætur. Komdu og sjáðu, sagði hann. Og það er í raun besta leiðin þegar við ætlum að kynna einhvern fyrir Jesú. Það er að forðast þrætur og leiða þann hins sama beint til Jesú. Að hann hlusti eða lesi Jesú svo hann geti samfærst sjálfur. Næsta vers segir okkur að Jesús veit allt. Hann veit hvaða persónu við höfum að geyma, hann veit allar hugsanir okkar, langanir og þrár, hann þekkir alla okkar bresti. En hann kom ekki til að dæma okkur fyrir þá. Og ég man í fljótu bragði aðeins eftir einu tilfelli, þar sem hann notaði
þessa vitneskju gegn einhverjum, en það var þegar farisearnir vildu grýta hóseku konuna. Og Jesús sagði, sá ykkar sem syndlaus kasti fyrstur steini á hana. Þarna eins og í öllum málum þá dæmum við okkur sjálf og það enginn alsaklaus. Nataníel undraðist að Jesús skyldi geta lýst persónu hans eins og hann þekkti hann. En Jesús sem sannleikurinn leyndi því ekki að hann sá engin svik í honum. Jesús sér okkur þó við höldum að við séum í felum. Hann veit hugsanir okkar, viðbrögð við áreiti og þekkir okkar samvisku. Þetta nægði Nataníel. Hann þurfti ekki nánari umhugsun. Fyrst Jesús þekkti hann, þá var hann sannarlega sá sem beðið var eftir, sonur Guðs og konungur Ísraels. Viðbrögð Nataníel sýna okkur hversu ólíkt mannfólkið Sumir eru opnir fyrir boðskapnum og taka orðinu fagnandi á meðan aðrir í ritningunni heimtu kraftaverk til að samfærast. Þeir hafa greinilega ekki fundið fyrir hinum guðlega krafti sem fylgdi Jesú. Jesús ferðaðist á milli borga og boðaði hinn góðu tíðindi en var hafnað í sumum þeirra, þrátt fyrir hann gerði mörg kraftaverk þar. Fílipus, Andrés og Pétur voru allir frá borginni Betsædu, en þrátt fyrir að Jesús gerði mikil kraftaverk þar, þá hafnaði fólkið honum. Vernd Guðs hvarf frá borginni og einhverjum tíma síðar var hún lögð svo gjörsamlega í rúst að í dag vita menn ekki nákvæma staðsetningu hennar. En hverfum aftur að Guðspjallinu. Amen, amen, sagði Jesús við Nataníel, en amen þýtt sannlega og merkið þetta sannleikurinn. Þú munt sjá himinn opinn og engla Guðs stíga upp og niður yfir mannssoninn. Nataníel tók við Jesú eins og barn, án alls efa hver hann væri. Hann tók honum í trúartrausti og barnslegri einlægni. Og sú trú opnar himinninn. Við þurfum að taka við Guðs orði eins og börn. Í lexíunni skrifar sálmaskáldið, sæl sú þjóð sem á drottinn að Guði. Þjóðin sem hann valdi sér til eignar, drottinn lítur niður af himni, sér öll mannanna börn, frá hásæti sínu virðir hann fyrir sér alla jarðarbúa. Hann sem skapaði hjörtu þeirra allra og gefur gætur að öllum athöfnum þeirra. Já, augu drottins vaka yfir þeim sem óttast hann, þeim sem vona á miskunn hans. Þó Guð hafi skapað okkur öll, þá trúa ekki allir á hann. Öll jörðin féll í synd og þaðan í frá hefur annar höfðingi ríkt á jörðu. En Guð hefur ekki sleppt hendinni af okkur. Það fer ekkert fram hjá honum og eins og ég sagði áðan, þá kom Jesús ekki til að dæma okkur fyrir afbrotin, heldur til þess að bjóða nýja lausn. Nýtt líf í ríki hans fyrir trú. Lexían segir að Guð vaki yfir okkur, miskunnsemi hans sé mikil. Við sem trúum að hann finnum fyrir henni guðlegu ró í hjartanu, sama krafti og Nataníel fann í návist Jesú. Trúin hefur síðan margvísleg áhrif á daglegt líf okkar, því að ekkert eins dýrmætt og að geta ákalla Guð á neyðarstundu. Guð, ég þarf hjálp. En trúin vefur okkur ekki inn í bómull og við verðum fyrir áföllum í lífinu vegna þess hvernig heimurinn Við getum orðað það þannig að við lifum á óvina svæði.
Því Jesús sagði að dómur muni ganga yfir heiminn og þá mun höfðingi þessa heims verða dæmdur og honum út kastað. Páll skrifar í lexíunni að hann sé glaður í þjáningum sínum. Ef til vill fannst honum þjáningar sínar vera sönnun þess að hann væri að vinna gegn hinum vonda heimi. Hann skrifaði að trúin á Guð gef okkur von dýrð heimins. Í sögunni Sáðmanninn útskýrir Jesús hvernig hinn illu öfl heimsins vinna gegn hinu góða. Merking dæmisögunar nauðsyn þess að halda sambandinu við Guð, því að hann útskýrði að þegar einhver heyrir ríki Guðs og skilur ekki, það er að segja reynir ekki að afla sér meiri þekkingar til að skilja boðskapinn, þá kemur hinn vondi og rænir því sem var sáð í hjarta hans. Baráttan í heiminum á milli þessara tveggja afla, góðs og ills. Það því bráðnauðsynlegt að viðhalda þekkingunni og sambandinu við Guð, svo hinn vondi ræni því ekki, láti sambandi drabbast niður og slitna. Sambandi við Guð þarf að vera náið og daglegt. Við getum jafnað því á við að taka lyf sem okkur lífsnauðsynleg. Lyf sem gefur eilíft líf. Já, þema dagsins lækning líkama og sálar, kraftur trúarinnar. Með trúna í hjartanu við þjónar Guðs, þjónar sem hafa fengið lækningu á líkama og sál, lækningu sem engir sjúkdómar geta herjað á, því slíkur kraftur trúarinnar. Fagnaðarboðskapurinn sem Jesús færði okkur hefur kannski virkað of ótrúlegur til að fólk tryði honum. Okkur boðið allt sem þarf til að lifa áhyggjulausu og farsælu lífi eilífð fyrir trúna. Við þurfum aðeins að gefa Guði hug okkar og hjarta. Fylg þú mér, sagði Jesús við Filippus, og hann fór til Nataníels til að bera fagnaðar erindið áfram. Við höfum fundið þann sem Móse skrifar í lögmálinu, Jesú frá Nasaret. Bara að við gætum öll tekið við boðskapnum eins og börn, í fullu trúartrausti að Guð Faðir okkar á himnum vilji taka okkur til sín, veita okkur aðgang að allri dýrðinni í ríki hans, eins og Páll skrifar, Jesús von dýrðarinnar fyrir okkur. Hann frelsari þessa heims og sálmaskáldið orti, hann frelsar þá frá dauða sem trúa á Guð. Það hann gefur þeim eilíft líf. Orð Jesú, fylg þú mér, ætti að nægja okkur, en okkur eðlislegt að vera varkár, spyrja spurninga og afla frekari upplýsinga. Og heimurinn, eða lífið, sér til þess að mörgum finnst þeim ekki hafa tíma. En ég sé eftir þeim árum, þegar ég hélt í fáfræði minni að það nægði að biðja bænirnar á kvöldin og þekkja Guð af afspurn. Það bara vita að hann væri til. En finnast ég og mín vandamál ekki nógu merkileg til þess að hann tæki eftir mér. Því Guð ekki þannig. Guð vakir yfir okkur öllum. Hann gefur gætur að öllum athöfnum okkar, finnst við öll vera jafn dýrmæt. Hann vill eiga náið og persónlegt samband við hvern og einn, og það getum við aðeins styrkt í gegnum trúna, og við aukum þekkinguna á honum í gegnum orð hans. Þannig verður trúin í lífi okkar að kraftinum sem gefur lækningu á líkama og sál. Þannig verður Guð skjól okkar og skjöldur. Þannig verður Guð alltaf með okkur.
Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.